Já, við ætlum að ræða aðeins efnahagsmál og pólitík, eins og var þetta allt sama tóbakið, hagfræðin og stjórnmálafræðin, en það er eitthvað leyti klofnað, en kannski ekki svo mjög. Margt af því sem að Donald Trump er að gera í Bandaríkjunum hefur áhrif víða heim og hann virðist vera að breyta rækilegum stefnu í efnahagsstjórn heima fyrir og í heimsmálunum og svo víða heim eru hægri menn sem eru að boða alls konar mikla breytingar. Kannski forseti Argentínu einna djarftækastur þar, Milei, sem hann hefur bara skorið niður opinbera kerfið mjög hratt og verðbólgan lækkar þá líka. Elon Musk, kæri vinur Trump, hefur heimsótt Milei og það sem hann með velsögun á lofti, birtast myndir oft á honum þar, það á fundi með Milei. Og eitthvað leyti virðist vera tengslan á milli og ég heyri svona stundum á óma því að það séu bara svona eins og straumhvörf í gangi í heiminum, hugmyndaheiminum og það við séum með óhjákvæmilega að fara að breyta efnahagsstefnu og mér langar aðeins að velta upp svona hvað í þessu felst og við fengið til mín Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðing. Þetta er velkomin. Takk fyrir. Allt of stór skammtur sem ég að boða hérna að þú að leysa þessi vandamál en það mikilvægt að ræða hluti meðan þeir að breytast til þess að átta sig á þessu. Ef ég tek þessa tvo sem að hafa nú verið fréttur það er annars Milei sem hefur svipað og Trump hefur boðað, bara loka opinberum stofnunum, reka opinbera starfsmenn að það verði að skera þetta niður með velsögn. Það er hluti af stefnu Trump, það sem að hann hefur falið Elon Musk raunverulega að reka í gegn. En myndirðu segja að þessir menn væru á svona sömu blaðsíðunni? Já, ég er náttúrulega ekki kynnt mér stöðun í Argentínu eins vel og í Bandaríkjunum. En það bjó ég í Bandaríkjunum í 15 ár og þekki umræðuna þaðan. Ég hef náttúrulega verið að reyna að útskýra hvað er að gerast í Bandaríkjunum og í sjálfu sér er ég að segja að Trump sé að bregðast við ákveðnu vanda þó ég sé ekkert að verja mannin. Hann segir ýmislegt sem kemur mörgum á óvart og truflar marga og ég er ekkert tilbúin til að skrifa undir það sem hann er að segja en ég get séð að hann er að bregðast við mjög víðtækum vanda í efnahagslífi Bandaríkjanna sem hefur byggst upp á löngum tíma. Og finnst þér það að vera svona breiðara og skýrara hjá honum heldur en til dæmis það sem að þú hefur svona heyrt af frá Milei? Já, að því leitinu til að það sem Trump er að gera, að það get ég séð að muni skila sér í betri atvinnutækifærum fyrir Bandaríkjamenn ef þeir fá endurheimta iðnframleiðslu í landinu og byggja upp iðnþekkingu og því sem þeir hafa glatað niður á undanförnum 50 árum. En í Argentínu þá virðist þetta vera svona klassísk hægri stefna að brjóta niður ríkið og reyna að fá einkaaðila til að bregðast við og skapa störf og það getur einhverju leyti gengið upp. En það sem ég mestar áhyggjur af í Argentínu er að niðurskurðurinn og ójöfnurinn sem þar fari ekki alveg saman að það verði skortur á peningum í landinu. Og það geti verið fótur fót í því sem hann er að reyna að gera að reyna að halda hagvexti gangandi. Það komin samdráttur. Til lengri tíma þótt að bara vegna niðurskurðar henni opinbera þá fari verðbólgan niður tíma vegna þess að bara minna gerast í hagkerfinu. Já, ég veit ekki hversu mikið fjármagn þeir laða til sín en þeir þurfa að gera það. En ef að það gengur ekki alveg þessi skildi þá getur orðið viðvarandi samdráttur í landinu og það er það sem ég mestan áhyggjur af þar. En Trump hins vegar er að reyna að laða mikla fjármuni til landsins í skjóli þessara nýju verndastefnu sem hann hefur boðað og hún er í samræmi við það sem einn kennari minn í Bandaríkjunum og ég þýddi nú kennslubók eftir hann þjóðhagfræði almennra skynsemi það sem hann fjallar Gæti verið bók eftir Sigmund Davíð, hann notar svona skynsemi það sem að hans hugmyndir, hann kallar það alltaf skynsemi. Já, ég með allri virðingu fyrir Sigmundi Davíð þá er Ravi Batra einn af
bestu hagfræðingum í heimi og hann að skrifa þarna bæði þær kenningar sem við þekkjum og líka nýjar kenningar og ég veit ekki hvort við erum að fara yfir svo vítt svið að maður getur kannski farið út af sporun. Ég var nú bara að benda á hana með að það getur verið svo vítt hugtak skynsemi sko. Já. Sem telja að vera bara skynsemi þar sem fimmtudrjúk. Það heitir á ensku common sense og hann fjallar það í fyrsta kafla bókarinnar hvað almenn skynsemi og hún í sjálfu sér ekkert annað en það sem við getum samsamað okkur við í okkar eigin lífi. Þetta skynsamlegt fyrir mig? Hljómar þetta skynsamlega fyrir mig, þá það svolítið almenn skynsemi. Hagfræðinar, hagsinu húsmóður, kallaði kannalistina. Já, því að öll hagfræði, hún í grunninn, í grasrótina, þá hún bara hvernig við hegðum okkur sem samfélag, bæði einstaklingar og fyrirtæki. Og ef við getum samsamað okkur við lógíkina í því, að þá það common sense. En síðan byggir þjóðhagfræði, hún byggir ofan á þessari grasrót, sem rekstrarhagfræði og þar þarf að vera eitthvað samræmi á milli í þeim forsendum sem hagfræðingar gefa sér og það sem grasrótin skilur og samsama sig við. Ef ég má aðeins klára líkinguna við Milley og Trump og ég segi þetta bara vegna þess að ég hef heyrt svona hjá hægri mönnum að þeir eru að tala að séu svona, eða voru að tala það margt sem bendir til þess að það sé ekki að ganga alveg eftir í kosningum að það væri, svona hægri væri að sigra, að það þyrfti að bregðast öðruvísi við heldur en hefði verið gert svo efnahagstefna sem hefði verið rekið bæði alþjóðlega og síðan inn í þjóðríkjunum myndi ekki virka og það var tekið dæmi þessum mönnum og þeir eiga þessi líkindi sem við getum kallað það svona Elon Musk hlutan af Trump sem að brjóta niður ríkisvaldið og kannski hjá Milley eiginlega svo langt að hann með svona hugmyndur að nætuvarðaríkið sé eiginlega vera hlutverk ríkisvaldsins að ég bara sjá lögreglun og herinn allt annað helst bara vera hjá einkaaðilum. Þetta heyrir maður hjá Trump líka. En það sem að þú ert að tala að það sem að þú telur að vera bregðast við ástandinu á einhver leyti með réttum hætti flótti starfa frá gömlu iðnríkjunum til ríkja þar sem að laun eru lægri, alþjóðavæðing, lágir tollar sem að hjálpa fyrirtækjunum í því að flytja störf frá löndum þar sem hærri kaupmáttur til landa þar sem lægri kaupmáttur og flytja það svo inn aftur. Já, færa framleiðsluna út úr landinu. Við það tapa störfin og síðan flytja þeir aftur varningin inn sem mun ódýrari. En þessi Milley og Musk þáttur, hann kemur þessari sögu ekkert við. Ég tala gamaldags vinstrimennsku þegar ég horfi til dæmis á demókrataflokkin í Bandaríkjónum. Hann í rauninni samsama þessari alþjóðavæðingu sem hefur svipt þessum störfum frá bandarískum vinnandi fólki og unir því að stórfyrirtækin bara séu til og hagi sér eins og það hafa gert og noti síðan ríkisvaldið til að skattleggja tekjur, hina betur launuðu, til að greiða hinum verðlaunuðu, en það bætir aldrei upp það ójafnvægi sem myndast þegar auðurinn safnar sífellt á færri hendur og það þetta ósamræmi sem Trump búin að átta sig á, virðist vera. Mætti ég taka íslenskt dæmi þetta sem að væri það að við erum með sjávarútvegskerfi sem að flytur auð til fárra í kvótakerfinu og það augljóst að það verða færri og stærri sem að soga til sín arðinn af auðlindinni. Og það vandamál í samfélaginu sem að þjóðin veit af. Sumir leggja það til að við skulum ekki breyta kerfinu í sjálfum sér, heldur bara skattleggja þá sem að draga til sín arðinn af auðlindinni og færa það aftur til almenning sem að hefur þá mist tekjur sem áður hafði. Þegar arðurinn af auðlindinni dreifðist meira svona bara frá höfninni upp eftir byggðarlögunum í Kanada. Var þetta notað dæmi fyrir okkur Íslendingar til að skilja? Þú ert búin að útskýra það, ég skil það, vonandi skilja fleiri það, en ef við tökum fyrir hagfræðinga eins og Thomas Piketty sem hefur lagt mikla vinnu í að útskýra hvernig skiptingin eða dreifingin hefur þróast í vestrænum samfélögum, hvernig misskiptingin hefur aukist og hvaða áhrif það hefur og hann bendir á að það sem hefur verið að gerast að arðsemi fyrirtækja, hún farin að aukast hraðar en hagvöxtur og í
klassískri hagfræðikenningu þá á þetta ekki geta gengið upp til lengri tíma. Eitthvað í ólagi ef þetta heldur svona áfram. Og skýring Piketty svo að þetta útskýrist af erfðum og oflitlum erfðaskatti og auðurinn safnist þannig saman. En Batra með þá útskýringu að það sé þessi útvistun starfa og ógnarsterk staða stórfyrirtækja á vinnumarkaði sem hefur haldið launum lægri en framleiðni á mann. Þannig að fyrirtækin alltaf að krefja sitt starfsfólk aukna framleiðni en borga þeim svo lægri eða minni laun. Og það gengur ekki upp en það gengur upp svo lengi sem skuldir að hlaðast upp í hagkerfinu, hvort sem það eru skuldir heimila eða skuldir ríkissjóðs eða sveitafélaga, að þá hægt að kaupa upp framleiðsluna og heildarframboð verður þá loksins jafnt heildareftirspurn af því að laun drífa heildareftirspurn en ef að launin ekki að þróast eins og framboðið að þá það skuldir til en við vitum og sagan sýnir okkur þetta ítrekað að þegar skuldirnar hlaðast upp að þá kemur sá staður í uppsveiflunni að bankar fara að eiga í erfiðleikum með þessar miklu skuldir að fá afborganir af þeim og annað og þá verður krísa eða kreppa. Og það sem gerðist árið 2008 var í kreppunni að skuldir einkaaðila að hið opinbera fór að taka á sig aukna skuldabyrði og það sem höfum séð gerast síðustu áratugin eða 1,5 að skuldir ríkissjóðum allan hafa aukist og þetta vandinn sem Bandaríkjamenn standa frammi fyrir síður við að því að okkur hefur einhvern veginn sem norrænu velferðaríki tekist að láta laun svona holt og bolt fylgja framleiðni mun betur en í Bandaríkjunum. Við höfum öflugri verkalýðshreyfingu. Já, það nefnilega málið að íslensk verkalýðshreyfing, hún myndar mjög gott mótvægi við þessi sterku öfl fyrirtækja, samtaka atvinnulífsins, þannig að það helst ákveði jafnvægi. Í Bandaríkjunum bara 10% vinnuafls í verkalýðsfélögum á móti yfir 90% hér og þar af leiðandi eru kjarasamningar dreifðari og meira mismunandi og það er auðveldara fyrir fyrirtækin að nota sér þessa stöðu til að vera með þessa hegðun sem ég lýsti hérna áðan. En það sem Trump að gera með tollum og öðru með frá framleiðsluna aftur, já bara aðeins klára, að þá hann að byggja upp launaþróun í landinu. Það aðalatriðið sem ég að horfa á og ef honum tekst það, þá það bara mikil sigur fyrir Bandaríkin og bandarískt þjóðlíf af því að þau hafa verið að éta sig innan með þessari auknu misskiptingu og vansæld og þessari pólun sem hefur orðið í samfélaginu, það sem út annars vegar með demókrata með gamaldags vinstri mennsku og þessar nýju hugmyndir sem demókratar skilja ekki. En varðandi ágallana sem eru í kerfinu, þá gætu við við Rauðaborðið sagt að kapítalískt kerfi ýtir undir misskiptingu og mörgu leitir stjórnmál síðustu aldar hafi snúist það að laga veikleikana í því kerfi. Og undan fyrir 40 ár hefur verið kannski gefið eftir af til dæmis skattlagningu, að brjóta upp fyrirtæki sem orðin of stór, að vinna gegn ágöllunum sem eru í einu kapítalíska kerfi, því að án afskipta ríkisins eða almennings, að þá leiðir það til þess að fyrirtæki verða æ stærri og auðuri og kaupa frá sér samkeppni eða drottna yfir henni eins og við sjáum til dæmis á þeim fyrirtæki sem hafa orðið til á nýfrjálshyggjutímanum sem eru Facebook og Amazon og þetta náttúrulega ótrúlegir auðhringir með yfirráðandi stöðu á sínu markaði sem að kannski á 20. hefði ekki verið þolað, þá hefði þetta verið brotið upp eins og símafyrirtækin eða járnbrautafyrirtækin og annað slíkt, að þegar að við erum ekki með nein bönd á kapítalismanum þá leiðir hann til fákeppni og einangunar og hann eiginlega ágallinn. Já, ég líti á þetta... Þú ert ekki fara svo langt að fara að laga bara að fara að setja spurningamerki við kapítalismann? Nei, ég held að blandað hagkerfi þar sem þú ert með ríkisvald, eins og Hobbes bent á, ef þú ert ekki með ríkisstjórn, að þá life, ef við nota hugtækið life becomes short, brutish,
en eitthvað, veist, hann talaði að án ríkisstjórnar, og þannig hann tala á 17. öld, að þá bara brotna samfélagi niður, af því að það þarf að halda upp í lögum og reglum og passa að fólk hagi sér almennilega. Og það sama í markaðshagkerfi, að það getur verið mjög gott fyrir alla með þokkalega öfluga ríkisstjórn sem svona viðheldur kerfinu og það sem samkeppni, það sem hvatarnir í lagi fyrir bæði vinnandi fólk og fyrirtæki, þar getur verið að auka sem sagt hagvöxt og arðsemi, þannig að það sé jafnvægi, eins og vorum að tala Piketty áðan, að hann sá að það var ekki jafnvægi milli arðsemi og hagvaxtar, en þetta það sem mun gerast ef þú ert með eðlilega samkeppni, þá lækkar arðsemi kannski fyrirtækja, en hún getur verið þokkalega ef að hagvöxtur 2,5%, 3%, þá það alveg ágætt hagvöxtur, þannig að þá hlutabréfaverð ekki að aukast 47-falt á 47 árum, heldur það að aukast kannski 20-30% á áratug. Og það hefur bara þótt þokkalega ávöxtun þangað til í nútímanum að við erum farin að sjá einhverjar óraunverulega tölur sem eru bara ekkit annað en spákaupmennsku bólur, og við erum í þannig bólu núna, sögulegri bólu, og Trump náttúrulega að gera sitt besta til að forða því að hún springi, hann hræddur við það, en hann að reyna að gera það með því að fá meira fjármagn inn í hagkerfið til að viðhalda eftirspurn bæði eftir vörum og líka eftir fjármálagerningum. En Piketty, hann segir að ójafnvægi í kerfinu, það hallar og það rennur allt fé þarna niður til þeirra eða til þeirra sem eiga mest. Það kannski aðstæðanlegt að vera með vatnið sem dæmi, því að þá erum við með þennan ríku neðst sem rennur allt til þeirra. Og við höfum skattkerfi til þess að laga það. Og það á gullaldartíma kapitalismans á eftirstríðsárunum, þar sem að meðal annars var svona almenn hugmynd að það yrði að tryggja það að auka kaupmátt almennings, að það veri gott fyrir fyrirtækin, eins og býst við að batra sig að halda fram, að það veri að gæta því ef að þú sveltir almenning, eins og hefur verið gert á Bandaríkjunum á nýfrjálshyggjutímanum, að þá ertu bara að veikja kerfi til lengri tíma og það lítur á endanum að hrynja. Piketty segir, við verðum að skattleggja lagfæra hallan í kerfinu sem hluti af hinu kapítalíska kerfi, og það tókst sæmilega á eftirstríðsárunum, þá tókst okkur að byggja upp almenna heilbrigðisþjónustu, almennt menntakerfi. Það var líka eitt samfélag sem opnaði fyrir frelsisbaráttu kvenna og svartra og fleira, það sem var svona samkomulag að stefnaði einhverju jöfnuði. Ert þú að segja að þetta sé of einfalt hjá Piketty að vandinn hafi verið skattkerfið, því að þegar hinni ríkur farin að borga hlutfallslega minni skatt en hinni fátæku, að þá náttúrulega ekki bara að þú lagar ekki hallan í kerfinu, heldur ígjur hann. Það vandamál nýfrjálshyggju. Þú ert náttúrulega að koma inn á alveg ótrúlega mörg atriði í efnahagsmálum. Þú ert að tala hina ríku sem custodians of wealth, þegar þeir sem héldu utan fjármagnið og pössuðu upp og það væri fjárfesting sem grundvöllur hagvaxtar. Þá þarf fjármagn til að vera grundvöllur hagvaxtar, þannig að þú þarft fyrirtæki og þú þarft ákveðna dreifingu, en hún má ekki vera of mikil, það punktur batra. En hitt málið að þegar þú ert með þessa greiningu, sem sagt, þú verður að horfa á það sem ég verður að reyna að benda fólki á, það þarf að horfa á skiptinguna, og hún mæld í þessu sambandi raunlauna, hvernig þau að aukast, og framleiðni á mann, hvernig hún aukast, og þessi tvö atriði þurfa að fylgja stað. En hafi ekki gert það sérstaklega í Bandaríkjunum? Eftir seinni heimsstyrjöld, þá hélst þessi skipting nokkuð vel fram á 8. áratug, og þá voru svona stillingaratriði eins og skattar allt í lagi, en þegar þú ert með skiptingunni miklu ólagi, þá þegar misskiptingin að aukast, að þá duga skattarnir einir og sér ekki. Trump núna að breyta úr tekjusköttum yfir í tolla. Tollar eru annað skattstofn. Þeir hafa bara aðra virkni heldur en tekjuskattar. Þeir virka ekki á fólk eins og vinnandi fólk sem þarf að borga skatta. Heldur bitnaðir á þeim sem eru að reyna að selja til Bandaríkjanna, því að vörur þeirra verða dýrari, og þá það ávinningur fyrir þá sem eru að framleiða heima fyrir. Og það það sem er að reyna að byggja upp, fleiri framleiðslufyrirtæki með hærri laun til að draga úr þessum innbyggða ójöfnuði sem hefur myndast með fríverslun og útvistun.
og þetta sem sagt alveg þannig að Piketty með sinni greiningu hallan og allt það, að hann í gamaldags vinstri, hann vill fara í skattinn og reyna að fá peningana þannig og vissuleiti þarf það þegar skiptingin ótrúlega ójöfn eins og í öllum þeim dæmum sem þú nefndir Facebook og X og öll þessi fyrirtæki. Já, það tengist líka völdunum sem fylgir auðnum. Já, og það það fjallaði það í þessari bók og það þessi klíkukapitalismi þegar þeir sem ráða fyrirtækjunum hafa greiðan aðgang að lagasetningu, að ríkisvaldinu, eftirlitshlutverkinu og öðru, þannig að þeir geta stilt af þær kröfur sem eru gerða til þeirra til að geta hagnast og síðan gengið á hagsmuni vinnandi fólks í fyrirtækjunum. Þetta óréttlæti sem hefur viðgengist í Bandaríkjunum mjög lengi og Íslendingar, við kannski skiljum þetta ekki nógu vel að því að Bandaríkin hafa þessa ásýnd velmegunar, en það alveg gríðarleg misskipting þarna í gangi og hlutur fólks alveg skelfilegur í samanburði við hvað við þekkjum bæði í öllum á öllum sviðum okkar þjóðlífs að vissulega búa sumir við erfiðar aðstæður eins og innflytjendur sem eru í einhverju hallaris húsnæði og eru kannski á einhverju lágmarkstöxtum og hvaðina, en það ekki svipur hjá sjón miðað við það sem gerist vest í Bandaríkjunum og þetta þurfa Íslendingar að skilja, að við erum ekki að bera saman epli og appelsínu, við erum að bera saman epli og appelsínu þegar við lítum á Bandaríkin og horfum á okkur sjálf, hvað rétt og eðlilegt. Já. Einhver orðaði þannig að yfir 20% Bandaríkjamanna lifðu við lífskjör sem væri svipuð í Zimbabwe sem var til þess að reyna að lýsa þessu þessari gríðarlegu misskiptingu og það væri bara stór hluti 15 landsmanna sem væri utan heilbrigðiskerfis og utan kerfis og lifði raunverulega við í svona þróunarlands sem var notar svona hugtöki frá því í Kanada stöðu. En ég meina það ég veit ekki hvað hæft í þessu, ég bara til að lýsa ástandinu. Ég hef nefnt þetta orð deplorable, sem fyrirlitlegu að Hillary Clinton, hún var óheppin að tala illa kjósendur andstæðings síns að því að hún var að gera lítið úr stórum hóp Bandaríkjamanna sem höfðu orðið fyrir barðinu á stjórnmálastefnum sem meðal annars eiginmaður hennar hafði í rekið, sem var NAFTA-samningurinn sem flýtti fyrir útvistun starfa frá Bandaríkjunum. Og þetta skapaði samfélag þar sem fólk hafði ekkert atvinnuöryggi, það þurfti að flytja milli bæja og byggða til að komast í störf sem voru síðan ekki mjög trygg störf, þau voru ekki vel launuð, þau gátu ekki sendt börnin sín í góða skóla eða voru alltaf að rífa þau upp og hvaðana, þannig að samfélagi leið fyrir þessa þróun mjög illilega og þess vegna skilur fólk ekki hversu mikil tryggð við Trump. Fyrst hann að reyna að breyta þessu, að við sjáum bara þessa ásjónum manns, hann lítur ekki vel út, hann virkar svona eins og einhver fauti sem segir alls konar hluti og lætur fólki bregða og en í raun og veru þá þurfum við stundum að horfa á hvað maðurinn að gera, hvað stendur eftir að hann farin, hann á ekkert mörg ár eftir, ég meina 79 ára gamall, hvað stendur eftir þegar hann farin og það sem stendur eftir getur verið eitthvað sem verður fólki til góðs. Og þú trúir því að hann sé að reyna að laga og leiðrétta ákalla í efnahagsstefnunni undanfarið sem hefur leitt til misskiptingar, sem hefur leitt til að stórir hópar fólks og stór svæði í Bandaríkjunum hafa verið skilin eftir og það sem eiginlega vonin einhverjar umbreytingar eiginlega horfin og þú trúir því að þetta drífi Trump áfram, svipað og þinn gamla mentor? Já, ég var búin að hlusta á þessa greiningu löngu áður en Trump kom og hafandi búið í Bandaríkjunum þá hef ég alveg mikla trú á Bandaríkjamönnum. Þeir eru á vissan hátt mjög öflug þjóð. Þeir hafa svona iðnaðarþekkingu, þeir hafa dug og þor, þeir eru á vissan hátt mjög sanngjarnir svona þegar fólk skilur hvað í gangi þá eru þeir sanngjarnir. En nú eru þeir kannski að horfa sér nær að því það hafa safnast upp svo mörg vandamál. Það eru skuldafjöll hjá hennu opinbera, það eru alþjóðlega skuldir sem eru mjög miklar, það er mikil fátækt eins og þú lýsir og það þarf að bregðast við þessu og leiðin sem hann að velja til að gera það sú sem þessi kennari minn Ravi Batra teiknaði upp 1993 í bók sem hét Goðsögnin fríverslun og undirtitillinn var áætlun endurreisn
reisn bandarísk efnahagslífs og það nákvæmlega það sem Trump kallar sínar aðgerðir að það áætlun endurreisn bandarísk efnahagslífs og þessar hugmyndir fékk Trump ég lýsi því líka sko til dæmis í grein í vísbendingu sem kom út núna á föstudaginn sem heitir sko fræðilega arfleiðir af í Batra endurspegluð í tollabreitingum í dag og þar fjalla ég sko þessa pólitísku þróun að það voru þarna forsetaframbjóðendur sem fengu ekki kannski útnefningu eða náðu ekki kjöri eins og Ross Perot 1992 Patrick Buchanan 1992 líka 96 og 2000 að þeir voru með þessar hugmyndir frá Batra og Pat Buchanan skrifaði grein í Wall Street Journal 1993 þar sem hann hrósaði þessari nýju bók Goðsögn fríverslun og notaði hana síðan í bók sem hann gaf út sjálfur 1998 svikin við Bandaríkin og þar hann að tala þessa misnotkun á vinnuaflinu og þessum alþjóðafyrirtækjum en árið 2000 þá Patrick Buchanan að fara að bjóða sig aftur fram fyrir hennan reformpartí eða umbótaflokkin. Hver kemur þá að fyrir að gæla við framboð? Jú, Donald Trump. Og hann fyrir að kynna sér þetta og hann fyrir að rakka niður Pat Buchanan. Hann byrjar í þessu ferli samkeppni fyrir að kalla hann aðdáanda Hitlers og alls konar svona hluti eins og hann gerir en síðan hætti hann snarlega við en síðan nær hann útnefningu 2016 og verði kjörinn og aftur núna 2024 sem heilmikið afrek og þá eru komnar þessar hugmyndir sem satt inn í hans stofnana eða stefnuvinnu og þær koma líka frá Peter Navarro sem skrifaði bækur frá 2006 sem sagt 13 árum eftir Batra en voru með meiri áherslu á viðskiptin við Kína því að þangað fóru störfin mest og líka til láglauna-þjóða eins og Mexíkó eða Indlands en þannig að þessar hugmyndir eru komnar frá Batra og það þess vegna að ég held að hann hafi verið með réttu greininguna og hann með réttu lausnirnar. Hann ekki að segja við þurfum bara að nota skatta eins og Piketty, hann að segja við þurfum bara að nota tolla. Já, ekki bara nota skatta á hérna auðu, tekjuskatta eða auðlega skatta, heldur þurfum að nota hina skattana tolla, rétt hjá þér, góð ábending. En þess vegna held ég að hann sé semst að gera réttan Trump að því að Batra var búin að greina hann að vanda miklu betur en aðrir. Og þess vegna ég að segja ég vil ekki segja að demokratar séu ólæsir á efnahagslífið en þeir gætu sett upp þessi nýju gleraugu sem Batra að bjóða þeim til að skilja vandan. Þeir hafa ekki náð að endurnýja sig gagnvart augljósum vanda alþjóðavædd kapitalisma sem að leiddi til þess að hagurinn af umbreytingunum fór til hinna allra ríkustu og jók ójöfnu innanlandsins. Demokratar hafa farið og varið þetta kerfi að það var kannski Mér fannst það í kosningunum Hillary og Trump, þá sá maður fyrir sér að Hillary var að koma inn í riðbeltin og segja við fólk sem var fullt af vonbrigðum með stöðuna, að þá segja, þið verðið bara að bíða aðeins, alþjóðavæðingin, hún að virka, við höfum lyft fólki upp úr fátækt, reyndar í Kína, en á endanum munið að koma til ykkar og þá sagði fólki þar, við erum búin að bíða í 30 ár, eftir þetta áttu alltaf að skána hjá okkur, það bara gerist ekki. En þannig að demokratar hafa ekki haft svör En demokrata þeir fljóta áfram á öðru fylgismáli sem svona félagslegs eðlis. Það þessi, þeir kalla þetta identity politics en það sem sagt frelsi einstaklingsins til að vera hvernig sem maður vill. Og það náttúrulega mjög mikilvægt líka og demokratar fljóta á því með sína gamaldags vinstri mennsku en þeir hafa ekki endurnýjað sem sagt þennan skilning á efnahagslífinu eins og Trump búin að gera. Og identity stjórnmálin geta virkað ágætlega inn í borgunum þar sem efnahagslega samdráttur ekki, heldur getur jöfnvel verið vöxtur í efnahagslífinu en sáralítið erindi inn í riðbeltin. Endurtaktu þetta aftur. Identity stjórnmál demokratana. Þau hafa virkað og geta virkað í borgunum þar sem hefur ekki orðið þessi efnahagslegu samdráttur sem annars staðar var. Mjög rétt. Þar sem að fólk ekki að berjast fyrir að eiga ísu á, ekki með óöryggi gagnvart menntuballana eða heilbrigðisþjónustunni, en á sáralítið erindi
út í þau svæði sem eru þá riðbelti og dreifðari byggðir. Þetta við sjáum þetta líka í Bretlandi, í norðurbeltinu, þar sem reformparti Nigel Farage var að vinna stórsigur alls þar. Já, en hérna, identity politics náttúrulega út öll Bandaríkin og birtingamyndin getur verið mjög sérstök út af því að það orðið núna uppsöfnuð fáfræði í ákveðnum stéttum í Bandaríkjunum. Þannig að þú sér myndir úr bandarísku þjóðlífi sem manni bregður við að sjá, bara hvernig fólk klæðir sig, hegðar sér, hugsar og annað. Það hefur orðið mikil afturför félagsleg leið og þetta frelsi hefur aukist, að þá birtingamyndirnar orðnar svolítið súrrealíska stundum. En áherslan hlýtur náttúrulega að vera á bætt lífskjör, bætta menntun, bætt störf og þá hlýtur þetta að jafna sig yfir tíman eins og gerist oftast og hamingja fólks svolítið háði að vera í þjóðfélagi sem að bæta stöðu þegna sinna. Þannig hefur þetta verið í meir en 100-200 ár á Vesturlöndum og í Bandaríkjunum, nema fyrir þennan hóp kannski 40-50% tekjulægstu. Að þar hefur orðið mikil afturför eða jafnvel stærri hóp en það. En ef við færum aðeins aftur að því að við erum að sjá að hagfræði og pólitík veru systur. Ef við förum bara til Johnson, Great Society, þar sem hann svolítið íhaldsamur demokrati úr Suðurríkjunum. Hann ekki byltinga sinni, en hann að tala Great Society og hann fer í ýmsar aðgerðir til þess að bæta samfélagið og kannski svona hápunktur þessar eftirstríðsára, þessar hugmyndum það að það markmið stjórnvalda að lyfta öllum upp til þess að verði betra samfélag. Þannig munu fyrirtækin græða og þannig mun almenningur græða og þannig verður lýðræði mun græða á því, þannig verður meiri valddreifing í samfélaginu. Við vinnum gegn ofurvaldi auðsins sem getur leitt okkur í ógöngur. En eftir þetta tímabil fáum við nýfrjálshyggjuna og þá trúum við því að með því að hinni ríku fái að ráðstafa fjármagninu, eins og þú vísar í því að Batra væri sammála að það væri drifkrafturinn, að henni ríku getur endur fjármagnað, að það væri drifkrafturinn í samfélaginu og það var, við hættum að byggja upp samfélagi í sameiningu, heldur sögðum við það við okkur að ekki bara best að láta hinna ríku stjórna atvinnuuppbyggingunni og uppbyggingunni í samfélaginu, því að þau hafa taka réttar ákvarðanir og þau munu færa okkur velsæld sem mun lyfta öllum upp. Við höfum ekki að fara að horfa of mikið á það hvernig ójöfnurinn inn í samfélaginu, heldur eigum við allt að lyftast upp. Við getum bara heyrt orðfæri Hannesar Holmsteins. Þetta á við þegar skiptingin í lagi. Já, en afleiðingin það sem að þú ert að lýsa núna, að það verður gríðalegur ójöfnuður og hinnir auðugu nárumvölu undir sér ríkisvaldinu, allt sem afgreitt í gegnum Bandaríkjaþing það sem hinnir auðugu vilja og þetta ekki bara í Bandaríkjunum, heldur sjáum við afleiðingarnar víða í Evrópu og við getum bara hugsað hvort þetta sé ekki sambærilegt hér, við getum hort á það hvað fer í gegnum alþingi, það fyrst og fremst það sem að fyrirtæki og samtök fyrirtækja eiganda vilja, að ná einhverjum réttarbótum fyrir almenningi erfiðar að ná því gegnum almenning. Þannig við erum að koma út úr slíku tímabili, það sem að völd hinna auðugu að grafa undan samfélaginu. Já, þetta þegar hlutirnir ganga of langt. Í þessari grein sem ég skrifaði vísbendingu þessa fræðilegu arfleið, þá kem ég inn á smá svona hagfræðilegan útúrdúr hjá Ravi Batra þegar hann í lok 7. áratugs og í byrjun 8. skrifaði bók og var að vinna í hugmyndum sem byggja á kenningum Pierre Sarkar sem var indverskur hugsuður sem skrifaði bókina Mannlegt samfélag 1959 minni mig, þar sem hann kynnti kenninguna lögmál félagsferla og þá segir hann að í mannlegu samfélagi að þá eru 3 mannlegar týpur sem sækjast eftir völdum og 4. týpan vinnandi fólk sem yfirleitt hefur ekki metnað til að sækjast eftir völdum og það langmesti fjöldin í samfélaginu, það vinnandi fólk. En þessar 3 týpur sem þessar 3 týpur sem skera svo úr þetta auðvaldsstéttin, það líka herforingjar sem sækja vald til að ráða og síðan það hugmyndafræðingar oft í skjóli trúarbragða sem ná völdum eins og klerkastjórnin í Íran.
og hann hefur fjallað um alla þessa hópa og hvernig birtingamynd þeirra hefur verið í sögunni og hann vil meina að núna hefur sem sagt þessi valdastétt sem kom með nýja eiginlega lífgjöfin í bandarískt samfélag á 19. öld með smá iðnaði og iðnþróun og síðan sístækkandi fyrirtækjum, að hún þróaðist úr því að gefa lífgjöf í það að taka meiri og meiri áhrif til sín í gegnum stjórnmálakerfið í klíkukapitalismann og fór að keyra bara í gegn löggjöf og aðstæður fyrir sig sem hentuðu þeim og juku stanslaust ójöfnuðinn. Eins og eðli kapitalismans? Já, svona seinni stigum, á seinni stigum. En endar hana? Já, en það ýmislegt í kapitalísku samfélagi eins og markaðsstarfsemi með góða ríkisumsjá, að það getur skilað heilmiklum ávinningi. Markaður var til áður fyrir kapitalisman, sko. Og hann vil meina að þessi stétt sé smá saman að gera sig það óvinsæla að það verði stórkostlega breytingar í samfélaginu þannig að það komi sem sagt herforingjaræði og þá erum við að tala um sterka leiðtogan og margir eru að benda á Trump að hann sé að leiða fólk inn í eitthvað autoritarian samfélag, en hann er að taka þarna ákvarðanir til að draga úr þessum kaos sem klíkukapitalismin hefur skilað. Fyrsta kaosið var bankahrunið 2008. Núna stöndum við frammi fyrir miklum skuldum ríkissjóðs og hlutabréfavísitölur í háum hæðum og fasteignaverð í háum hæðum, en þetta er mjög viðkvæmt og en það er hægt að nýta sem sagt þessi tæki sem við kunnum sem hagfræðin fjallar markaðinn, vörur og verðlag og annað, nýta þau til hagsældar fyrir mannsamfélagið, en áherslurnar þær þróast yfir tíman. Það vita kannski ekki margir að bandarískt samfélag byrjaði sem hálfgert trúaræði í Nýja Englandi, að það var trúaræði og út úr trúaræðinu kom auðmannastéttin og nú hún gæti hún verið að fara með öllum, alveg eins og Rómarveldi gerði sem sagt fyrir komu Júlíusar Sesar, að þá var það auðstétt sem réði í gegnum öldungadeildina sem iðkaði alls konar arðrán, stal landi frá fátækari eigendum. Það voru survival wars eða stríð, þrælastríðin svokölluð sem Spartacus var frægastur fyrir, og það var mikil óánægi í rómversku samfélagi og Júlíus Sesar sem var af hástéttinni, alveg eins og Trump að hann gaf sig fram fyrir að vera popularis eða sem sagt stuðningsmaður fólksins, og Trump segir mínir bestu vinir eru leigubílstjórar, veist hann er svona pólitískur, en þetta er voðalega svipa og það sem Júlíus Sesar. Það er ekki leigubíl síðan 1970? Nei, ég bara vísi það sem hann hefur sagt, en það er ákveðið samsvörun í þessu. Það var síðan borgarastríð í rómverska lýðveldinu og Bandaríkin eru republic lýðveldi alveg eins og Róm var, og síðan kemur stjúpsonur Júlíusar Sesar, Octavius, og heldur borgarastríðinu áfram eftir að Júlíus Sesar var veginn í launsátri af tugum fulltrúa auðstéttarinnar, öldungadeilda þingmönnunum sjálfum. Hann var bara drepinn að þeim með hnífum og hann vinnur þá baráttu nær völdum og það verður keisaradæmi sem innleiðir frið í keisaraveldið, og það koma þá í framhaldinu 200 ár af friði og velmegun út úr þessu ástandi sem hafi verið kaos og þrælastríð, að þá kemur friður og velmegun, og það er þessi kenning sem hann er að fjalla þessi félagsferðliskenning sem ég finnst afar merkileg og áhugaverð, og eitthvað þannig sé framundan í Bandaríkjunum, og hann tengir þessa warrior, hann kallar þetta warriors, herforingjar eða stríðsmenn, að þá kemur ævintýrin, það er sem sagt þessi leit, Magellan og fleiri landkönnuður koma á fyrri warrior eru í Evrópu þegar stóru konungdæmin voru. Columbus sigldi til Ameríku, þetta er 15. öld, og framundan er núna ferði til Mars að nema land í mjög erfiðum aðstæðum fyrir mannkynið, og
Heldur að Trump hugsi svona þegar hann að tala gullöld, nú hefst gullöldin? Já, það er svo merkilegt að samsvörun við það sem Batra hefur skrifað. Batra skrifaði bók 2007 sem hét Nýja gullöldin. Og þar hann að fjalla sem sagt að þegar þú nærð utan ójöfnuðin, að þá getur orðið ný gullöld fyrir mannkynið ef að við notum þetta markaðskerfið og bara höfum skynsama skiptingu og allir hafa hagað því að starfa og það sé sátt í samfélaginu er vaxandi hagur, að þá getur verið gullöld og ég held að hann sé bara enduróma þannig nálgun. Hann virkar ekki alveg sem fríðarhöfðingi. Ég get ekki útskýrt mannin. Nei, en eins og þú nefndir að þegar hann er að tala við Buchanan fyrir því að bara uppnefna menn og hann er, ég veit ekki hvort þú horfir á þessi viðtöl sem hann er að gefa núna við bandarískar sjónvarpsstöðvar, þar sem hann er í svona eiginlega ham gagnvart spyrlinum. Hann ber ekki með sér að vera Nei, hann krefst virðingar. Hann ætlar að leggja undir sig og þú talar ég meina það er margt sem hefur verið í okkar heimsluta sem er ágætt. Það er svona ákveðin valddreifing. Það er til þess að vinna upp á móti yfirvaldi eða ofurvaldi auðsins eins og við viljum hafa frjálsa akademíu. Við viljum hafa frjálsa pressu. Við höfum haft svona hugmyndur það að það ætti að vera og jafnvel þótt að undirstöður bara mannleg samfélags. Já, jafnvel þótt að væri auðfólk sem ætti blöðin eins og átti við New York Times eða Washington Post og þá gengst það fólk með einhverjum hætti undir það að væri með almanna þjónust og annað slíkt. Þetta er svona arfleið vesturlanda en Trump er að vinna gegn öllu þessu. Já, í kaldastríðinu þá voru fjölmiðlar handgengnir ríkisvaldinu. En þegar þíðan kemur, detente, svona í 1972 eða eitthvað eitt, þá fer að gliðna þetta samband milli fjölmiðla og ríkisvalds og Pentagon Papers skandallinn þegar var dreift Víetnamskjölum og gróf undan þessum að ríkisstjórnin gæti bara sagt ósatt opinberlega gangmála. Það viðgengst ekki lengur og það var svona, þetta var eiginlega frjálsræðis yfirlýsing ríkisfjölmiðla í Watergate þegar þeir jafnvel felldu forsetann fyrir að vera með eitthvað hanky-panky í innbrotið í Watergate byggingunni. En síðan hefur þetta þróast þannig að þetta samstarf ríkis og fjölmiðlana, fjölmiðlarnir eru yfirleitt komnir á hendur alþjóðlegra fjölmiðla samsteypa. Þeir eru hluti af þessari eignamynd þar sem fá algjörlega risastór fyrirtæki eiga þúsundir fyrirtækja og fjölmiðla samsteypan er hluti af því. Hún er inn í því og þannig að fjölmiðlar í dag eru algjörlega handgengir eigendavaldinu og það náttúrulega er ekki sanngjörn og frjáls pressa. En það sem að Trump gerir núna, hann er að rjúfa tengslega stuðning ríkisins við þá fjölmiðla sem er ekki hluti af þessu auðmanna fjölmiðla veldi. Ég sé þetta aðeins öðruvísi að þeir eru búin að berjast af hnakka og hæl þessir fyrirtækja fjölmiðlar gegn Trump fyrir það eitt að vilja hrófla við hagsmunum þeirra sem eru fríverslun og útvistun af því að þeim er alveg sama hversu lengi bandarísku verkalýður má búa við það að bíða eftir einhverjum ávinningi af fríverslun. Þó að það séu kannski 30 ári viðbót, þá skiptir það á engu máli. En Trump segir, nei, hingað ekki lengra og þeim er dauð illa við Trump og demókratar hafa leggst síðan á sveifina og ráðast á persónuna sem er Trump án þess að skoða nægilega vel hvað hann er að gera. Þeir virðast ekki skilja það sem hann er að gera. Og það sama má segja íslenska greinendur að þeir virðast ekki skilja hvað Trump er að gera og þeir þurfa að setja upp ný gleraugu og ég er að bjóða upp á þessi gleraugu í íslenskri kennslubóki í þjóðhagfræði til að útskýra hvað hann er að gera byggt á þessum hugmyndur Ravi Batra. En aðeins varðandi vísuna í Rómaveldi og Trump núna og þessum ófríðarhöfðingi að til dæmis hann vill beygja háskólasamfélagið undir sína
hugmyndir, hann vill og ég var ekki að vísa í sko stóru keðjurnar í fjölmiðlum, ég var að vísa í sem eru svona semi-ríkisstuddir fjölmiðlar sem að eiga gæta svona almanna sjónarmiða og sömuleyti fyrir okkur sem búum í Bandaríkjunum að þá getur oft áhugavert að þetta ekki PBS og fleiri sem að það getur áhugavert að horfa á þætti þar sem eru svolítið öðruvísi heldur en sjónarmiði sem í stóru sjónvarpsstöðunum og annað slíkt sko. Þú notar þetta ekki? Noam Chomsky væri kannski betri til að útskýra sko, en hann náttúrulega hann hættur að geta tjáð sig, en hann var með mikla greiningu sko á hvernig fjölmiðlar eru með svo kallað agenda setting, að þeir setja sem sagt hvað má tala hvað komið á dagskrá, þeir voru með dagskrárvaldið og þú þekkir þetta náttúrulega miklu betur en ég en Trump, við vitum til dæmis fyrir 20 árum þá var umræðan það hvort ætti að leyfa hjónabönd samkynhneigðra og við erum komin sko heila öld frá því, ég meina við erum bara í frelsisátt en Trump íhaldsmaður, félagslegur íhaldsmaður og að reyna að draga í land með þessa skrautlegu birtingu á mannlífinu sem að verða í Bandaríkjunum og vill kannski sko leggja áherslu á það að við séum ekki að innræta börnum okkar að þau að vera óánað með líkama sinn og það þurfi að fara út í miklar og erfiðar aðgerðir og hormónalífjatökur. Það sem ég að vísa til að hann með þá stefnu að hann vil beygja undir sig akademíuna og fjölmiðla þannig að þau endurómi hans afstöðu. Hann að hafna hinnu svona, hvað ég að segja, hugmyndunum valdreift samfélag. Það sem gott fyrir okkur, hann stæri sig að því að hafa náð undir sig hæstarétti. Það þótti gott þegar þú varst í Bandaríkjunum að það væri sko, við hefðum framkvæmdavaldið og við hefðum þingið og við hefðum hæstarétt, þrískiptingu ríkisvaldsins, en líka við hefðum frjálsa fjölmiðla, að við hefðum frjálsa akademíu, ef við færum síðan yfir til Evrópu þá mikilvægt fyrir okkur að hafa sko frjálsa verkalýðshreyfingu, að þannig getum við í sameiningu byggt upp öflugt samfélag, að við höfum margar valdamiðjur sem að halda jafnvægi í samfélaginu og tryggja það að ýmis konar sjónarmið nái fram. Hann ekki á þessari línu, Trump, hann vil sannlega segja yður. Sko, það boðar aldrei gott þegar trúarbröður eru komin inn í pólitík, en sko, honum finnst greinilega að þessir háskólar séu komnir eitthvað fram úr því sem hann vil sjá háskóla gera. Og hann vil segja að annarkvort eru þið bara sníðið af þetta DEI, Diversity, Equity, Inclusion og dragið úr áherslun á það eða ég fyrir að taka af ykkur sem sagt, skattafrádrætti og aðra hagsmuni sem þið hafið til að reyna að beita þá þrýstingi til að snúa af svona braut. Ég ætla ekki að fara inn í þá umræðu því ég bara ekki sérfræðingur á því sviði en ég bara sé þetta eins og þú segir en ég get ekki sagt neitt sko til viðbótar sem að gagni kemur en honum finnst greinilega að þetta hafi farið of langt. Það bara íhaldsmaður. Og ætlar að breyta því bara með forseta tilskipunum. Já, en ég held að breytingu sko því að Bandaríkin þau eru búin að sætta sig við þessar breytingar og ég meina það verður ekkit aftur snúið, þetta frjáls samfélag í grunninn. Herðu, en förum aftur til í efnahagsmálin. Þú ert að segja að svo stefna sem að Trump að boða sem að birtist í tollunum að þetta sé hugmyndastefna, þetta ekki dellu hugmynd í Trump og hann veit ekki hvað hann að gera eins og sömuleyti fjölmiðlarnir sem að þú ert að gagnrýna áðan hafa haldið fram að þetta sé bara einhver maður í ójafnvægi, mikil sveifla núna það að hann sé bara ekki alveg í lagi sko. En þú ert að segja að þetta raunverulega hugmyndastefna og við höfum að taka mark á henni og það sem við ættum að ræða, hvort að hún sé rétt leið. En aðeins áður en að því kemur vegna þess að pólitík getur verið hugmyndastefna en það getur líka verið þú þetta var afli til þess að ná því gegn og þetta var samir til þess að gera það og þá lendum við kannski í vandræðum með það sem ég var kannski að byrja á að með Trump eru líka bara öfgafullir nýfrjálshyggjumenn svipað og Milley og Elon Musk kannski skýrt að dæmi það og Trump gefur honum eiginlega svæðið þar sem að Milley harðast að vinna að brjóta niður ríkiskerfið, bara efasemdir opinbera þjónustu, að opinberi starfsmenn séu bara
sóa peningum, séu skaðlegir og fleira. Ég meina, við heyrum hvernig orðræðin frá Elon Musk og heilbrigðis tryggingakerfið veika sem í Bandaríkjunum sé bara eitt stórt skam, það sem að verið að svindla og þar fundu götunum. Hann með það. En síðan hann með tollana. Þegar hann boðaði tollana, þá dregur hann tilbaka. Og maður geti hugsað með sér, hann hefur bara ekki stuðningin til þess að ná þessi gegn. Því að hann búinn að hlaða í kringu sig öldugaráðinu, ef við vísum aftur í Róm. Hann með allt auðvaldið í kringu sig. Hann með ríkustu menn í heimi þegar hann að sverja embættiseðin, þá standa þeir og horfa á hann. Hann kemur með það að þegar á reynir, það getur vel verið að hann hafi heillast af þínum gamla mentor, en þegar á reynir að þá eru völdin það sem þau eru og völdin í Bandaríkjunum í dag eru hjá auðvasta fólkinu og það mun stýra stefnunni alveg sama hvaða hugmyndir tröflar. Ég með annan skilning, horfum á laxveiðimanninn. Hvað gerist þegar öngullin festist í munnviki laxins? Laxinn trillist, hann fer á ógulega ferð. Hvað gerir veiðimaðurinn þá? Hann slakar á, þreytir hann, togar inn, sleppir út, togar inn, sleppir út. Að lokum eftir hálftíma þá nær hann laxinum inn. Þetta er það sem Trump gerir. Hann setur öngulinn í, kemur með einhverja breiða yfirlýsingu og það er bara fólki bregður við, það trillist af, þetta er bara svo mikil árás á status quo-ið á það stöðu sem ríkir og hvernig málin eru og síðan gefur hann eftir, tekur inn, þannig að þetta er hluti af, hann er að ræða ennþá við Kanada þeir verði 51. ríkið og nú er Mark Carney að koma til hans í Washington í heimsókn og þá er hann búinn að tilkynna í blöðum, hann ætla að ræða við hann líkum það atrið að Kanadabúar verði og Kanadamenn eru æfir yfir þessu að leggja drög að því að Kanada verði ekki lengur sjálfstætt ríki. Trump eyðilagði með þessu fyrirsjáanlegan stórsigur íhaldsmanna í Kanada. Já, en þetta er þessi aðferðafræði að laxveiðimannsins sem Trump er að iðka, ekkert annað. Þetta er bara samningatækni, hvernig þú hefur samskipti, hvernig þú kemur þínu fram. Og það sem hann ætlar að ná fram er að hækka tolla? Hann ætlar að ná fram betri launum, betri störfum, hærri launum. Það er það sem hann ætlar að ná fram. Hann notar tæki eins og tolla til að ná sínu markmiðum og Ravi Batra var búinn að benda á að þetta er leiðin að því marki. Eitt í þessu sem að þú kannast við að stundu gerist það að það saman hvert vandamál lausnin eru tollar. Við erum búin að fara yfir stórkostlega vandamál sem Bandaríkin eru í og bara eiginlega okkar heimsluti út af efnahagsstjórn síðustu 40-50 ára. Af hverju ætti ég að trúa því að það væri að lausnin væri svona einföld? Þú bara hækka tolla, að þá munu störfin koma aftur og Ameríka verður great again. Af hverju? Þegar ég var að skrifa þessa bók eða tíðana og fyrirgefðu, ég þýddana, ég skrifaði hann ekki, Ravi Batra skrifaði hann að þá ég skrifa formúla og kaflaði um Ísland, Íslands efnahagslíf og hvaða ávinning er af þessum hugmyndum fyrir okkur. En þá var ég að ræða við mjög góðan hagfræðing í Svíþjóð sem er uppalega frá Austurríki, Dr. Emil Ems. Og hann hefur kynnt sér þessar kenningar Ravi Batra og hann er bara af þessum hefðbundna hagfræði heimi. Hann var yfir hagfræðingur hjá ESB í framkvæmdastofnun ESB í Brussel í áratugi. Ég kynntist honum þegar ég starfaði með honum hjá EFTA, hagfræðideild EFTA í den. Og hann sagði tvennt sem mér þótt svolítið skemmtilegt. Hann sagði að það er tvennt sem vekur athygli mína er hversu einföld þessi lausn er og hitt að hún hefur verið fyrir framan augun á okkur allan tíman. Og svo er ég með aðra vísun í hann á baklið bókarinnar, þú getur sýnt það kannski að þá sagði hann við mig yfir hádegisverð að Batra skrifar eins og Keynes ef hann var enn á lífi. Og ég spurði Emil,
má ég setja þetta á bókina? Og hann sagði já og glotti, en þetta er bara reyndin að Batra í rauninni sko ekki róttækar en það að hann að betrum bæta þessar hagfræðikenningar sem byggja stóru leyti á klassískri hagfræði og á keynesískri hagfræði. Hann kallar þetta klassik-keynesísk kerfið. Og þannig að bara stóru mistökin hafi verið hugmyndir að lægri tollar myndu auka virkni heimshagkerfisins, þannig að þeir myndu framleiða sem væru bestir í því. Að það hafi, að því að þú segist að starfa hjá EFTA, sem að hugmyndi var það að fríverslunarsamtök, það var að lækka tolla og þú ert að vitna í Emil Ems sem var yfirhagfræðingur ESB sem að snýst að lækka tolla. Nú ætla ég að segja svolítið merkilegt og það það að útvistun starfa, hún aðalega að eiga sér stað milli ríkja sem eru með mjög ólíka tekjustöðu. Það eru hálaunaríki og láglaunaríki. Og það þar sem þetta, ef við ættum að nota halla, þar sem bara þú hallar og þú tekur tollana niður og þá bara flæða störfin til láglaunasvæðana. Og yfir tíma byggir þetta láglaunasvæðinu upp, heimshagvöxtur eykst. Það má ekki gleyma því að fríverslun leiðir til stækkandi markaða og meiri sérhæfingar, meiri framleiðni, þannig að þú framleiði meira og það aukinn hagvöxtur. Fólk losnar úr fátækt en það fyrst og fremst í þessum löndum. Já, en þegar þú ert með svipuð tekjustig eins og í Evrópu og Bandaríkjunum og í Japan og Kóreu, lönd sem eru búin að koma sér upp, Suður Kóreu, þessi lönd sem eru búin að koma sér upp á svona okkar status, að þá fríverslun, þá leiðir hún ekki til þessar útvistunar í sama mæli. Jú, en samt það þannig að það hafi verið flutt störfi yfir til Austur-Evrópu og það ekki? Jú, en þar voru líka tekjur lægri. Sko, fólkið sótt til þess að brjóta niður vinnumarkaðinn í vesturhlutunum. Já, en það hægt að tala 20 milljóna manna sem þarf að leiðrétta stöðu að þau eru í Evrópusambandinu. En í Kína þá ertu með samfélög sem eru margfölda stærð við Bandaríkin og lengi tekur sjórinn við í þeim málum. Þess vegna aðalvandinn að nýta tolla gagnvart svona risa láglaunasvæðum eins og Kína sem samt að verða miðlaunasvæði, það ekki lengur láglaunasvæði, að nota tolla gagnvart þeim til að geta byggt upp iðnaðarstörf. Síðan gagnvart Evrópuríkjum og eins og Ísland og öðrum að þá þarftu ekki að forða útvistun. Það getur orðið einhver smá út af sérhæfingu byggt á þeim náttúrulegu auðlindum sem svæði hafa, þeim náttúrulegu mannauði sem löndin ráði yfir, hversu áhættu sækindu eru eða hvað það en þá þarftu ekki eins háa tolla og þess vegna hugmyndin á Trump að setja 10 tolla sem svona eitthvað grunn á þannig lönd en hærri tolla á láglaunasvæði sem eru virkilega hættuleg fyrir Bandaríkin ef þeir ætla að byggja upp þessi störf. Og þennan mun þurfum við að hafa í huga þegar við ræðum þessa tolla Trump að þeir eiga við á ólíkan hátt hvort löndin eru láglaunaríki eða hálaunaríki. Eins og sást í frægum blaðamannafundi þess þarna í Rósugarðinum. Þannig að ég held að Trump styðji fríverslun ef hún sanngjörn, hann kallar þetta free and fair trade og þannig að ég held að við þurfum ekki að fara að hafa áhyggjur af því að heimurinn fara að draga sig í einhver lítil afmörkuð svæði, í hagfræðar heitir það autarky, þegar þú ert með engin utanríkisviðskipti. En það því alveg hörmuleg niðurstaða ef að þannig ástand myndaðist og ég held að Trump sé meðvitaður það og Ravi Batra ekki að mæla með því heldur. Hann segir bara að þú þarft að byggja upp iðnstörf, passa þau glatist ekki að þá allt í lagi. En síðan getur haft fríverslun fyrir umfram framleiðslu, surplus, sem sagt fyrir þann fisk sem við borðum ekki, getum við flutt hann út. Norðmenn fyrir þá olíu sem þeir nota ekki sjálfur, þeir flutta hann út og þar fram til göttum en við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að þetta sé árás á fríverslun svo lengi sem hún sanngjörn og það allir búa við svona svipað ástand. Þannig að þetta fyrst og fremst frjálsviðskipti svona innan einhverja gæsalappa með auðlindir en hafna því að það sé að flytja eyrnapinna verksmiðuna sem var í Pennsylvania til Bangladesh. Já. Og til þess að flytja eyrnapinnan svo aftur tilbaka.
Já, nei, ég hugsa sko að... Það er bara sá tilflutningur af störfum, útvistun af störfum, hann er skaðlegur efnahag ríkjana sem opna fyrir það. Sko, ég veit nú ekki alveg hvort ég skilji þig fullkomlega, en bara ef við lítum á það sem hefur gerst í Asíu, eitt fjölmennasta svæði heims og á eftir að verða dóminerandi í heiminum á þessar öld. Að þar ertu með tekjustig sem er mun lægra víðast hvar. En samt ertu komið með það öfluga framleiðslustarfsemi, öfluga innþekkingu og annað, að þeir geta framleitt fyrir sjálfa sig og aðrar þjóðir á svipuðu tekjustigi. Og ég held að það verði, sko, þegar þó að Trump sé að draga úr þessar útvistun til þessar ríkja, þá takmarkar það í sjálfu sér ekki getu þeirra til að halda áfram með hagvöxt og velferð og ánægju sinna borgara. Ég held að það sé mikilvægt að hafa það líka í huga. Ef þau finna önnur lönd til þess að segja, því maður sér þetta svo sem þegar maður er í Afríku, þú sér það engar vörur í Afríku nema sem eru frá Kína. Nei, það er, sko... Það er enginn með Vesturveldin ekki að flytja vörur til Afríku. Þráinn Eggertsson, hann fjallaði heilmikið var frumkvöðull í að lýsa stofnanahagkerfi, institutional economics, og institutional economics hefur að gera með sko alls konar eignaréttin, veðkröfur, þekkingu, ríkiskerfið, reglurnar og allt þetta, að það þarf einhvern veginn að byggja það betur upp í Afríku. Það hefur einhvern veginn gengið forgörðum. Nýlendutíminn skilaði sér ekki nógu vel í einhverju svona góðu stofnanakerfi og ég held að það sé einhver lausn sem þarf að vinna í Afríku til að hún taki betur við sér efnahagslega. Trump er stjórnmálamaður og hann þarf að viðhalda fylgi sínu. Það er mjög snjall stjórnmálamaður. Ég held að fólk átt sig ekki á því að þó hann trufli sko alla sem skilja hann ekki, að þá er hann með mjög tryggt bakland. Já, hann þótt hann sé nú verið að benda það núna því að hann var að klára það fyrstu 100 dagana að það er engin forseti sem hefur mælst með minni stuðning þjóðarinnar eftir 100 daga heldur en hann, að þá er hann samt sko mun hærri heldur en evrópski stjórnmálamenn eiga við að venjast. Hann er með 100% stuðning frá stuðningsmönnum sínum. Já, en hann er með eitthvað svona 40 plus stuðning sína landsmanna sem að ég held að Keir Starmer er eitthvað starf í 26 og eitthvað fleira, þannig að hann hefur stuðning. En við erum búin að fara yfir nokkur atriði sem hann er með svona Milley línuna, hardcore nýfrjálshyggju sem er að draga úr ríkisvaldinu og ríkisstörfum og öðru slíku. Hann er íhaldsmaður í svona persónulegu málum og þarf að viðhalda þeim hópi sem að komi við til Repúblikaflokkinn á tíma, kannski Ronald Reagan, sem er svona kristilegur þráður þar og er líka tengt ágreiningin í Bandaríkjunum það sem er svolítið svona stríð á milli hinna dreifðari byggða, menningastríð og borgana sem eru átök sem eru raunveruleg, það sem er að klofna á milli. Já, þeir sem fundur sér farveg í þjónustörfum eins og fjármálaeiðinaði, tækniðinaði, þeir blómstruðu. Þannig að þeir voru aðallega í þessum stórborgum og þeir skilja ekki Trump. Já. Þannig að hann er þar. Hann er líka með svona breytingar á eins og ég var að koma að það sem að hann er að vill segja akademínu til, hann vill segja fjölmiðlum til, hann vill hafa að þessi kerfi sem áður voru svona, þessi valddreifing sem er í samfélaginu og hann hefur skipað inn í Hæstarétt þá sem eru sammálunum. En það er eldgamalt. Roosevelt forseti gerði þetta eftir seinna stríð. Hann var að reyna að fjölga sko í Hæstarétti, hann gerði það. Til að hótaði ég ekki. Já, hvort það var. Þannig að þetta er svona... Já, þetta eru átök sem eru, en og svo er hann með þetta með sambandið tollana. Tollanir eru bara hluti af þessum svona matselli sem að hann er að vinna með. Og þú ert mjög, eins og við heyrum, þú ert hrifinn af þessari stefnu að ná störfunum aftur tilbaka með tollum og telur það verið bara að aðrir ættu að fara taka nótis af því? Já, Bandaríkin eru allt annað hagkerfi en okkar. Já. Við erum með á allt öðrum stað. Við erum með hugverkastarfsemi og það nægir okkur, við erum með góða fjármálastarfsemi, það nægir okkur. Við erum með auðlindirnar, orkuvinnsluna og sjávarútveginn. Við erum mjög vel staðsett hagkerfi sem hefur orðið minna fyrir þessum áhrifum en Bandaríkin. Og þannig að ég skil það sem er að gerast í Bandaríkjunum
Ég tel að það muni virka vegna þess að ég er búin að horfa upp á þessa þróun í 45 ár. Ef hann nærði í gegn, það er ekki alveg komið. Já, en ég held að hann sé að hafa þannig áhrif að þetta muni skila sér inn með breytingum. Ég meina það, en eins og margir hafa bent á í grein í Mokkanum í morgun, þá var talað að Theodore Roosevelt hafði sagt sko að okkur tekst ekki allt sem við ætlum að gera, en þeir sem reyna að þeir þó hafa gert eitthvað. Já. Ekki hinir sem þoringu. Eins og Cæsar, þótt að hann hafi verið... Hann var mistækur líka og umdeildur. Og drepinn af auðvaldinu sem hann safnaði kringu sig. Kannski kemur að því að Trump segir þú líka Elon vinnu minn, bróðu minn. Þetta ég er bara að benda á að hann er að ná fram svona, það er ekki gefið að þú ert fylgjandi Harry Tollum, að þú sért íhaldsmaður í svona persónulegum málum, að þú viljir að auka miðstýrt vald forsetaembættisins, eða að þú sért fylgjandi því að brjóta niður starfsemi ríkisins eða fækka opinberum starfsmönnum. Þetta hangir ekki saman. Þú gætir verið fylgjandi tollum en verið með þá stefnu að auka opinbert heilbrigðiskerfi. Þú gætir verið með fylgjandi tollum og verið frjálslyndur í persónulegum málum. Þú gætir verið fylgjandi tollum og verið fylgjandi valddreifingu í samfélaginu. Kristrún Frostadóttir, hún náttúrulega eitt fyrstu málum sem hún sett á dagskrá var einhver tiltekt í ríkisbúskapnum. En hún gengur ekki eins langt og Trump, en það er hún félagslega sinnuð. En Trump er að taka á einhverju kerfi sem enginn hefur raunverulega kannað. Það er framlag Musk eins og ég skilða. Hann er að nota sína tækniþekkingu til að gera greiningu á öllum þessum gögnum ríkisreksturinn, útgjöld ríkissjóðs. Ég starfaði nú sem skrifstofustjóri á efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins fyrir hrun. Og þar sá ég til dæmis fjárlaga skrifstofuna á hennar vinnu og hún var gríðarlega þung. Þetta er alveg ótal útgjaldaliðir sem þarf að stjórna og framreikna og annað í öllum fjárlögum. Og ég held að þeir séu með ennþá meira kerfi heldur en við og stærra og það er verið að fara í gegnum þetta og endurskoða þetta og ég held að það sé allt í lagi sjálfu sér. Hvað sem kemur út, þeir mun ekkert geta skorið niður almanna tryggingar, það kerfið er alveg heilagt fyrir Bandaríkjamönnum eins og okkur. Og trúir því sem að Musk er að segjast hafa fundið að hann væri fólk á Medicare sem að vera á aldri við nóa? Já. Ég svo elsti hafi verið 400 ára þegar? Ég bara las það eins og þú, ég veit ekkert hvað er bak við. Ég er að spyrja þessu vegna þess að þú leggur mikla áherslu á tollana. Ég sé það sem lausn. En eins og í útskýrið þá er það ekki lausn til að loka á fríverslun, heldur bara að leiðrétta ýmsa galla í henni. Sem verður að gera. Ég held það. Fara illa fyrir Bandaríkjunum. Svo ég tali svona kannski eins og gamall vinstrimaður, þó ég sé það ekki. Þetta er söguleg nauðsyn. Og þú ert að segja að það sem að Trump er að boða núna, að með því að orða þetta og með því að setja þetta í gang, að þá sé líkur á því að þetta muni að verða frekar móta efnahagstefnu okkar á næstu áratugum. Við þurfum bara aðla okkur aðinni. Allavega meiri líkur heldur en var fyrir 10 árum. Já. Og hann er búin að opna þetta, hvort sem hann nærði að koma því í gegn eða ekki. Já. En það sem ég hef tekið svolítið mikið eftir, að fólk sem skilur ekki Trump, það bregst við af reiði, fordæmingu, að dæma mannin og kannski verða, það er einhver töf á því að óskonu til hamingju með að vera kjörin að forsetanum eða eitthvað svoleiðis. Þetta eru mistök sem megi ekki eiga sér stað í okkar stjórnsýslu. Við þurfum að koma fram við Bandaríkjamenn að fullri virðingu hver sem er forseti, hvað sem hann er að gera og reyna að skilja það sem á baki býr. Það má ekki bara gefa sér að maðurinn sé fauti og sé bara heimskur og sé bara að gera eitthvað og þetta sé bara að verði allt bara í rugli eftir þetta. Vissulega gerði hann svo mikið og var með svo mikið af laxveiðistöngum úti og var að kippa í svo marga laxa að það var allt brjálað tíma en ég held að sé að ganga niður og en við þurfum í okkar stjórnkerfi þarf að bregðast við að skynsemi og þolinmæði og skilningi hvað því sem er að gerast þarna. Ég hefði getað bætt við utanríkisstefnunans, hvernig hann er í Gaza eða Grænlandi. Já, það er náttúrulega bara mannlegur harmleikur en við þurfum líka að gæta að verða ekki of einhliða í okkar afstöðu til þessara mála. Þetta eru aldagömmul deila og
Arabaríkin hafa neitað að viðurkenna þessa tveggjaríkja leið 1947 hjá Sameinuðu þjóðunum og drógu sig úr og greiddu atkvæða móti því að þessi leið væri farin og hafa síðan unnið að því og óbeint sérstaklega þau sem eru á valdi klerkastjórnarinnar í Íran að eyðileggja Ísraelsríki og skapa þessan harmleik sem í gangi þarna og þetta náttúrulega siðakerfi sem Arabaríkin hafi skapað harmleikin? Nei, þetta sko gyðingarnir, þeir náttúrulega voru að koma úr hörmungum seinni heimsstyrjaldar, þeir núna sjá sér leika á borði að ráða sínum örlögum sjálfir, en þeir eru í stöðugu stríði við nágrannar sína, sérstaklega sko Íran og lausnin við þurfum að líta svolítið til þeirra sjónarmiða líka, við mögum ekki bara segja að þeir séu sko stríðsglæpamenn. Ég ætla ekki að fjalla utanríkismáli, ég nefndi þetta sem dæmi bara að margt sem að Trump hefur sagt, hann ætlaði að leysa koma frið í Úkraínu og í Miðausturlöndum en það er ekki gengið eftir. Hann að vinna í því. Herðu, Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur, takk fyrir að koma hérna. Fyrstur og konstinga þá hafði ég þann formál á að ég hafði spurt hagfræðinga að því hvort ég geti fundið eitthvað sem að geti réttlætt eða talað fyrir tollastefnu Trump. Og þá sögðu hagfræðingar mér að gangiði vel, þú munt ekki finna neitt, en þú ert komið hingað og gert það vel. Já, og útskýringin í þessari bók, Þjóðhagfræði almennrar skynsemi eftir Ravi Batra, farið út í búð og tryggið ykkur eintök meðan þau eru á prenti. Já, kæra þakkir. Okay. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja hana heim sem við lifum í og alltaf að breytast. Næsti kafli eftir augnablik. Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings.